Góðan daginn og verið velkomin í þáttinn Hina Reykjavík. Í dag erum við Sanna bara tvö og ætlum að spjalla baráttudag, alþjóðlegan baráttudag gegn fátækt sem var núna á laugardaginn síðasta. Sæl og blessuð Sanna. Sæl. Hvernig hefur það í dag? Ég hef það bara mjög gott. All right. Núna hefur þú talað töluvert mikið þínar aðstæður í æsku og þá fátækt sem þú ólst upp við og mér langaði að spyrja þig út í að því ég líka heyrti tala hvernig þú berði þetta með þér í fullorðinsárin. Mér langaði aðeins að spjalla svona hvernig það birtist. Já, ég undirbúa mig fyrir borgarstjórnarfund og núna allt komið í svona fjarfundarbúnað, þannig við erum heima og ég ákvað að fjárfesta í stærra skrifborði af því að ég var með svona nett og krúttlegt skrifborð heima hjá mér en það var dálítið troðið og mér var alltaf illt í hnjánum og ég ákvað bara að fá mér stærra skrifborð en svo fékk ég svo rosalega mikið samviskubit að ég ætti nú ekkert að vera eitthvað að setja peningi eitthvað svona og ég hefði nátt að þræða IKEA síðuna betur og rúmfattalaga síðuna betur og svo náttúrulega góði hirðirinn þar sem maður getur fengið eitthvað eða þræða gefin síðuna áður en maður fyrir að kaupa eitthvað nýtt skrifborð og hvað maður nú að hugsa og upphæðin sem kom að posan var alveg bara svona brennd í huga mér þegar ég fór að sofa 17. október laugardeginum að því að skrifborðið kom til mín á alþjóðlegum baráttudegi gegn fátækt og mér fannst það samt svona tákgrænt og og mamma var samt að segja við mig bara hey njóttu því að hún var að hjálpa mér að setja skrifborðið saman og þannig að ég fór að hugsa, ég var svo mikið að réttlæta þetta fyrir mér bara ok, þú situr öllum stundum við tölvuna, það bara eðlilegt að þú nýtir launin í góða aðstöðu og nú fáum við hluta launum sem svona kostnaður vegna starfsins, þannig ég hugsaði bara jú, þetta bara mjög skiljanlegt og mjög eðlilegt, þú þarft bara góða aðstöðu og þú ert nú ofta að fá mígreni, þannig að kannski það því þú ert alltaf troðin bak við eitthvað pingu lítið skrifborð sem nú ekki gott fyrir bakið og axlirnar, þannig þetta bara gott sko, þannig ég held að ég veit ekki, kannski bara hugsa allir svona, en ég held að þetta sé þessi svona skynjun að hugsa einhvern veginn bara ég á ekki skilið að vera að eyða einhverjum fjármunum í eitthvað sem að getur alveg beðið, ég var alltaf að segja við mig bara, þetta nú ekkert svo slæmt, ég þarf bara að standa oftar upp, þess vegna mér illt í hnjánum, en svo þegar ég að bera saman litla skrifborðið sem ég var með og þetta sem ég með núna, ég bara, vá, það er svo mikið pláss og ég get bara breytt úr mér og ég sit bara eðlilega og platan á skrifborðinu ekki alltaf að nuddast einhvern veginn við læri mín, þannig að þetta barnaskrifborð ekki lengur skrifborðið mitt, þannig að ég held að séu svona alls konar svona þættir sem maður ofta að reka sig á og þarf svona að, eins og ég kalla það og talað það, maður þarf svona að læra ýmislegt, maður hefur svona dálítið sett sig í annað sæti, af því að samfélagið setti mann bara í annað sæti og sagði reglulega við mann bara, þú átt ekki skilið að borða alla daga mánaðarins, þú átt ekki skilið að, hafa alls konar svona, hvað segir maður, væntingar og langanir og að vilja einhverja hluti, maður bara trappaði þetta alltaf niður, þannig að það að leyfa mér eitthvað stundum alveg stórt, þannig ég svona sveiflast á milli að vera svona, já, frábært, flott hjá þér, yfir bara svona, hvað varst að gera? Þegar maður að leyfa sér svona rosalega fancy hluti eins og nýtt skrifborð, þegar þú ert að vinna heima hjá þér alla daga, já, það ótrúlegustu hlutir sem að sitja í manni og alla ævi og þetta svolítið skökk sjálfsmynd sem maður hefur eftir að hafa alist upp við svona aðstæður. En heldurðu að ástæðan fyrir þessu sé það að þú hefur einmitt þurft að ég veit ekki hvernig að segja, maður svona lélegur í íslensku suma daga, en þú hafði þurft að fatta það innra með þér, eða hugsa það innra með þér að þú ættir þetta ekki skilið þegar þú varst yngri til einhvern veginn að, ég veit ekki, réttlæta fyrir sjálfrið þér að þetta svona séu aðstæðna, heldur að þetta sé ástæðan fyrir að þú upplifir svona tilfinningar núna þegar þú ert að kaupa þér eitthvað?
ég held að sé svona ýmislegt sem að maður hefur flokkað, eða þú veist, maður hefur bara litið á heiminn sem svona, þetta dót sem maður þarf og það svona eins og matur, hús og skjól og eitthvað svona og svo eru aðri hlutir sem að maður þarf kannski en geta beðið. Þannig að, þú veist, núna svona hægt og rólega að færa hluti úr þessum sko kassa, þú veist, það eru sömu hlutir sem ég að færa hægt og rólega meira í kassan, sko, þú veist, þú þarft en geta beðið yfir í kannski á þetta kannski meira heima í kassanum, þú veist, þú þarft og það í lagi að þurfa. Og ég held að sé, sko, þetta tengist kannski smá, þetta kannski vandamál sem að margir tengja við, óháð í hvernig fjárhagsstaða hefur verið á uppvaxtarárum, en þetta líka vandamál sem að ég að díla við núna, það að ég hef í gegnum tíðina átt rosalega erfitt með að henda hlutum. Hluti sem að bara eru alls ekkert merkilegir og sumir hugsa með sér bara af hverju áttu ennþá einhverja brotna lyklakippu frá því þú varst í 5. bekk. Þú veist, af hverju áttu sokkabuxur, sanna það gat á þeim, en að hendi sem sokkabuxum, þá hugsa ég bara gatið mjög ofalega, það sér enginn þetta gat, ég get ennþá nýtt þessar sokkabuxur. Alls konar svona hlutir sem maður hugsa líka, sko, af hverju ættir að henda einhverju sem að virka, því að einhver tíma geti ég nýtt þetta og núna ég farin að hugsa, sko, en þú ert líka á þeim stað ef þið vantar sokkabuxur, þá ættir að geta keypt þér nýja sokkabuxur sem ekki með gati á. Þannig að ég held að þetta sé líka, sko, alls konar svona leifar af einhverju, sko, að halda í allt. Ég vonum að það sé einhver verðmæti, ég vonum að það nýtist, það kannski erfitt að útskýra þetta, en maður sér einhvern veginn allt sem verðmætt þegar að ekkert í kringum mann í rauninni verðmætt. Þannig að, sko, ég hef alveg tekið svona hreinsun þar sem ég að henda einhverjum, sko, eldgömlum, ég var síðasta sumar held ég að henda einhverju eldgömlu hárlakki. Ég var ekkert að fara að nota það, en það var einhver svona öryggi að geta átt þetta allt. Síðasta helgi var ég á vinkonum mín að fara í gegnum naglalökki mín. Það eins og að sé eitthvað öryggi að eiga flott samansafn af litríkum naglalökkum þó ég sé ekki fara að nota þetta, því þá þetta eitthvað sem einhver hefur gefið mér í gegnum tíðina og ég kom mér upp glæsilegu safni af naglalakki og get sagt einhvern veginn, sjáu þið, þetta naglalakk safni mitt, þú veist, ég get dregið það fram, en svo ég bara eitthvað ógeðslega lykt á þessu, þú veist, ég opna þetta og ég bara eitthvað, ég ekki fara að naglalakka mig með þessu, það verður bara klessulegt og ógeðslegt, þú veist, hentu þessu, þú veist, þetta bara naglalakk í jólagjöf, einhver vil gefa þér naglalakk, þú veist, eða, ég veit ekki, þú veist, leyfðu þér kannski að kaupa naglalakk í apótekinu, mér sýnist það kannski kosta 400 kall svona litlar dósir, þú veist, fá þér naglalakk, það má. Ef þú ert dugleg í vinnunni, máttu kaupa þér heitt naglalakk. Þannig að alls konar eitthvað svona, þú veist, maður kannski, já, svona verðmæta mati sem maður leggur í hluti, það orðið svo brenglað einhvern veginn. Ég tengi ákveðlega við þetta, nú geymsla mín tróðfull af drasli sem að ég kem aldrei til með að nota nokkuð tímann. Þetta er vandamál hjá mörgum held ég. Þú gætir einhvern tímann mögulega þurft að nota það, þannig það var gott að henda ekki, því ég meina hver veit. Og síðan gæti einhver í kringum mig líka mögulega þurft að á brotnum tjaldstóla halda. Come on, hver veit, kannski laga ég hann einhvern tímann. Nákvæmlega, þó ég kunni ekki. Þetta er svolítið ríkt í manni þessi þörf fyrir að geyma allt. Af því að einhver tímann undir einhverjum kringumstæðum þá gætur nota þetta. En já. Hvað langaði að segja mig frá okkur? Alveg tómur. Þetta væri kannski athyglisvert fyrir einhverja sálfræðinga að koma til boss í og ég held að sé ef að fólk hefur efni á því þá held ég að sé alltaf gott að fólk leiti sér hjálpar við að bara svona ræða þessi mál og svona eins og bara af hverju finnst mér rosalega erfitt að henda einhverjum miða með einhverjum punktum sem að ég skil ekki einu sinni, þú veist, hvað stendur á og þessi miði búin að vera í skúffunni minni
mörg ár, þú veist, eitthvað svona og þá held ég þetta sé eitthvað svona öryggistilfinning að halda í eitthvað og einhvern veginn svona, já, þú veist, það allan ekki hægt að taka þetta af mér og en þá held ég þetta komi aftur líka, maður hugsi svona hvað sálfræðingur, það ekki eitthvað sem maður getur bara sleppt, það ekki eitthvað maður getur bara harka að sér, þú veist, þar ég eitthvað fyrir sálfræðings, þar ég ekki bara eitthvað Google eitthvað YouTube-myndband hvernig maður eigi að taka til í rýminu sinni og drastlskúfunni, þú veist, þetta ekki eitthvað þú veist, ég kemst nú alveg yfir þetta, ég þarf bara að skipulega hvað segirðu? Googla núvitund eða eitthvað svoleiðis. Já, með mitt. Já, kannski ágætt að benda það að stéttarfélögin taka flest þátt í að niðurgreiða sálfræðikostnað og ég veit til dæmis að Efling greiðir alltaf 10.000 fyrir hver tíma. Þannig að það er ágætt að taka það fram og síðan náttúrulega vonum við að þetta verði eitthvað því að nú sálfræðiþjónusta að komast inn í sjúkratryggingar þannig að við höfum eftir að sjá hvernig það kemur út. Sem náttúrulega ótrúlega nauðsynlegt. Einn af þessum hlutum sem að fólk, þetta svona eins og tannlæknaþjónusta sem að fólk sem að hefur ekki mikið á milli handana bara gjörsamlega getur ekki nýtt sér eins og staðan í dag. Ég meina, tími á sálfræði kostar 15-25 skall og svoleiðis. Svo augljóslega allt og mikið. Wow. En þú veist, það er von, það var samþykkt að færa sálfræðiþjónustu undir sjúkratryggingar en þessi þetta kom Bjarni Ben og sagði að það væri nú engin peningar til fyrir því, þannig að við möttum að sjá útfærslun á því. En hvað ég var að ræða kannski aðeins að þú segir þú ert að undirbúa fyrir borgarstjórnarfund, þú ert að fara núna bara eftir smástund. Eigum við að ræða kannski eitthvað hvað þú hefur lagt til eða við sósíalistar í borginni hefur lagt til sem tengist kannski því að réttar hlut fátækra svona í tilefni því að þessi alþjóðlegi baráttudagur var núna daginn. Eigum við að ræða eins einhverjar tillögur? Já, núna í dag erum við sem sagt með umræðu sem sagt tilraun samtaka sjálfstætt starfandi skóla til kjara skerðinga. Það núna sem sagt kjara viðræður sem hafa staðið yfir og það sem kom fram í framleiðum tillögum SSSK sem þessi samtök, þá hreint og sagt bara sláandi og sérstaklega þegar það verið að tala stóran hóp láglaunakvenna sem að starfa þarna og þetta svona, innan leikskóla þá hafi þetta alltaf verið stórir hópar af konum. Þetta svona þessi láglaunakvennastétt og þegar ég tala konur þá erum við að tala svona meirihluta að þetta náttúrulega þessi hefðbundna kvennastétt og þarna séu vissulega karlmenn sem að starfi líka en þetta þessi svona kvennastétt sem að hefur verið gjarnan litið framhjá. Þannig að við höfum verið að tala í borginni þessa tekjuhlið að hvar sem að borgin kemur fjármagn inn að þá er mikilvægt að það endurspegli virðingu við starfsfólk. Tekjur sem að fólk fær, þær verða að duga út mánuðinn, hvort sem að það laun, fjárhagsaðstoð og svo það hin hliðin á þessu að það húsnæði. Og við vitum það að það er ekkert veruleiki margra að greiða 25% húsnæðiskostnað eins og oft talað að eigi að vera veruleikinn og þannig að við höfum komið með ýmsar tillögur til að lækka þann húsnæðiskostnað, hvort sem að það þá með því að borgin byggi meir eða skoði aðra lausnir á innflutningi húsa eða þá einfaldlega komið þá með beinni stuðning með ríkara hætti inn með sérstökum húsnæðisstuðningi. Af því að þetta eru svona helstu leiðirnar í rauninni sem við sjáum, það tekjuhliðin og húsnæði sem eru í rauninni þessi tveir þættir og svo náttúrulega þurfum við að skoða tekjuöflunar tækifæri sveitarfélaga af því að borgin náttúrulega að deila út fjármagni og við þurfum að spyrja hvaðan kemur peningurinn og ef við búum í samfélagi þar sem það eru
Já, hinn Reykjavík og svo bara fólk sem hefur það mjög gott og þó að það sé núna afleiðingar COVID þá staðreyndin svo að það ennþá fólk sem hefur það rosalega gott. Þannig að við þurfum að skoða útsvara fjármagnstekjur af því að það gengur alls ekki upp að sé þarna stór hluti í samfélaginu sem greiðir ekkert til samfélagsins. Greiðir ekkert útsvar af fjármagnstekjum sínum á meðan að lægstlaunað fólki að greiða til uppbyggingu samfélagsins. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum líka að skoða þegar við erum að greiða úr borgarsjóði og hver greiðir í hann. Þannig að þetta allt eitthvað sem skiptir máli í þessu samhengi. Segðu mér eitt annað. Þú talaðir hérna aðeins sem sagt, nú alveg stúlur mér, sem sagt, framfærsluna frá Reykjavíkurborg. Wow. Fjárhagsaðstoðinu, akkurat. Nú ekki rosalega margir sem að endilega vita hvað hún há. Geturðu sagt tölu, hvað hæsta mögulega úr fjárhagsaðstoðinni? Sko, ef þú ert einstaklingur sem leigir og þú ert með staðfestingu á því, sem sagt svona þinglýsingu, já, staðfestingu, þá hæsta sem getur fengið sem einstaklingur rúmar 207.000 krónur fyrir skatt. Já. Svo ef þú ert í sambúð og báðir aðilar fjárhagsaðstoð þá það sú upphæð sinnum minni með 1,6 frekar en 1,7 þannig þetta eitthvað 336.000. Já. Ef það fyrir sambúð. Sem að allt of lítið, augljóslega. Já. Það enginn að fara að framflytta sér. Hvað þetta það? 207.000, þetta hvað, 180 skall eða eitthvað eftir skatt? Mögulega 189 eða eitthvað svo list. Já. Já, ég myndi allavega ekki vilja vera á því. Nei. Þetta eitthvað sem þarf að laga. Hafa verið ræddar einhverjar leiðir til að bæta þetta hjá borginni? Sko, það náttúrulega talað að húsnæðisstuðningur og barnabætur og allt þetta einhvern veginn að, hvað segir maður, dekka og hjálpa til við kostnaðinn. Þetta náttúrulega eitthvað sem að láglaunafólk líka með, en samt á það erfitt með að láta enda ná saman sem að skilja mjög vel og það sko að þú ert til dæmis með barn, þá getur þú fengið svona það kallast heimildagreiðslur, það svona greiðslur vegna sérstakra þátta, þannig að þú getur fengið í rauninni stuðning vegna greiðslna, leikskóla, gjalda og svo framvegis, en það bara þessi upphæð sem að við bara teljum, já, ég og þú, við sósíalistar, ég alveg vissum, ég segi bara við, teljum nauðsynlegt að laga því að þó svo að það sé verið að skoða alls konar svona þætti vegna barna og stuðning og svoleiðis, þá náttúrulega mikilvægt að bara skoða upphæðina sjálfa. Þú veist, það enginn að lifa þessar upphæð og það oft talað að fjárhagsaðstoð til framfærslu sé svona neyðaraðstoð sem bara veitt tímabundið þá meðan að einstaklingur getur ekki leita neitt annað, en við vitum það að það eru margir í þeirri stöðu að vera þessar upphæð til lengdar og þá þetta ekkert eitthvað sem að gengur upp. Nei, akkurat. En nú samt fjárhagsaðstoðin hæst í Reykjavík, það ekki, af öllum sveitarfélögum. Og sennilega flestallt líka, húsnæðiskostnaðir og svona. Já, nákvæmlega. Þetta er rosalega lág upphæð. En Sanna, þarft þú ekki að fara að drífa þig núna á borgarstjórnarfund? Jú, við erum að taka þess að upp fram í tíman. Já, við erum að taka þetta upp núna rétt fyrir borgarstjórnarfund, þannig að ég held að við þurfum að fara að lúka þessu hér og ég segi bara takk fyrir þetta þægilega spjall og við verðum að segja með einhverjum svona meiri krassandi gesti næst, en takk fyrir okkur í dag.